Já, það var fréttamál sem að ótrúlega skrítið, þau að segja, sem var einmitt á kvöldfréttatíma Stöð 2 í gærkvöldi. Það er þetta mál meðan Skúla Tómas Gunnlaugsson held ég hann heiti, sérstök típa þessi læknir sem var sakaður og ákærður fyrir manndráp og þetta er svo stór furðulegt, það er að segja þessi niðurstaða sem fréttir greina frá núna, Héraðsdómur Reykjaness ákvað það að málinu ætti að vísa frá þar sem mætti ekki refsa Skúla Tómasi tvisasinnum. Ok, við skoðum þetta aðeins betur. Í ákvörðun landlæknis sem að svipta Skúla Tómas Gunnlaugsson starfsleyfi vegna alvarlegs brots í starfi fólst refsing að mati Héraðsdóms Reykjaness. Ekki má refsa mönnum tvisa fyrir saman brot og því var manndráps ákæru að hendur Skúla Tómasi vísa frá dómi. Hann er sakaður að hafa sett fjölda sjúklinga í lífsloka meðferð án þess að þess hafi þurft. Wow. Þetta mál varðar aðeins einn sjúklingin og ég ætla að lesa hérna það stendur. Málið varðar atvik sem átti sér stað frá ágústmánuði 2019 til októbermánaðar sama árs. Skúli var ákærður fyrir að setja sjúkling sinn, Dönu Jóhannsdóttur, í lífsloka meðferð þrátt fyrir að hún væri ekki með lífsógnandi sjúkdóm. Hann hafi gefið henni slævandi lyf og hafi sú meðferð leitt til þess að Dana lést þann 19. október. Bara sem sagt, þetta er ágúst, september, október, tveimur mánuðum síðar. Hún kemur hann inn á sjúkrastofnunina, ekki með neitt lífsógnandi sjúkdóm eða neitt, bara öldrunar sjúkra heimili sem hún kemur hann inn á. Hann setur hann á lífsloka meðferð og hún er dáin 2 mánuðum síðar. Og í janúar 2021 var Skúli Tómas sviptur starfsleyfi sem læknir að undangenginni rannsókn embættis landlæknis á starfsháttum hans sem varðaði meðal annars umrætt andlát. Og þótti Skúli Tómas hafa brotið alvarlega gegn starfskyldum sínum sem læknir, sýnt alvarlegt hirðuleysi og skort á faglegri hæfni sem ógnað hefði öryggi sjúklinga og haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér. Hann var svo ákærður fyrir manndráp fyrr á þessu ári og það mál var tekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness sem kvað upp umræddan úrskurð fyrr í vikunni. Það er að segja, við ætlum að vísa málinu frá af því að það má ekki refsa mönnum tvisvar í þessu landi og það er búið að refsa honum með því að svipta hann lækningaleyfi. Byrju sem sagt, ef ég er að keyra á Sæbrautinni, keyri yfir á rauðu og keyri niður gangandi fyrir þessi drest, sviptur ökuprófi, þá er ég búið að refsa mér. Já, þú sviptur ökuprófinu, svo kemur ákæran fyrir manndráp, gáleysi eða eitthvað, þú fer fyrir dómara, herruðu, ökulegið tekið þér, þá er búið að refsa þér, þannig að við vísum þessu frá. Þetta er alveg eins. Þetta er nákvæmlega eins. Þetta er geðið. Nákvæmlega eins. Sem að ég veit ekkert þetta mál, skilur, en ef hann er sekur að hafa gert þetta, þá má refsa honum tvisvar, skilur. Já, málið er það að þetta er og verður örugglega þegar að ríki sest, þegar að framlíða stundir, þá munum við líta tilbaka á þetta sem skýrasta dæmi einhver svona elítu samtryggingu í Íslandi, á Íslandi seg. Elítu samtrygging á Íslandi. Það sem að dómari við Héraðsdóm Reykjaness og allt þetta fína fólk sem eru vinnunars Skúla Tómasar hafa ákveðið einhvern veginn að hlífa honum við þessu. Það segir sína sögu að þú skrollar aðeins niður í fréttinni og hoppar inn í frétt sem er linkuð neðar þessa frétt. Hoppaði inn í hana. Hamingjóskum ringdi yfir Skúla Tómas. Vanhugsa strax frá upphafi og fólk keppist við að ausa Skúla Tómas Gunnlaugsson hamingjóskum hann greindi frá því að ákæru og hendur honum hefði verið vísað frá dómi. Þarna eru sem sagt svona stjörnulæknar margir hverjir eins og Ragnar Freyr, læknirinn í Eldhúsinu, Theodór Skúli Sigurðsson, Júlíus Valsson, Páll Matthíasson sá síðastnefndi var forstjóri Landspítalans á þeim tíma sem mál Skúla Tómasar kom upp. Fleiri þekktir einstaklingar óska Skúla Tómasar til hamingju með niðurstöðuna en þeir eru meðal Sigurður G. Guðjónsson sem var nú einmitt í máli gegn honum Tómasi Guðbjartssyni lækni daginn. Já. Marinó Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kvikubanka, Kristín Þorsteinsdóttir, fyrrverandi ritstjóri Fréttablaðsins, Ólafur Ísleifsson, fyrrverandi alþingismaður. Svo eru listaelitan en Skúli Tómas er náttúrulega stórtækasti listaverkarsafnari landsins. Og hann á bara, hann á skriljónir af listaverkum eftir
alla stærstu myndlistamenn Íslands og þú getur séð að þú fer til dæmis inn á vinnustofu Kjarvals þetta er í bæ eða hann bara einhverja verkum þar. já, það eru bara öll verkin og veggjónu það eru bara í eigu Skúla Tómasar Hvað er hann og það er sama að þú ferð inn á Hilton Hotel eða eitthvað og sér málverk og kíkir og það er enga eigu Skúla Tómasar. Ég vil hafa mikið pening. Já, hann á suttalega mikið pening en það er sem sagt, fjölmargir tengdi menningaheiminum Óskar Skúla Tómasar til hamingju þeirra á meðal Jón Óskar myndlistarmaður, Hallgrímur Helgason rithöfundur, Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri og kollegi hans Friðrik Friðriksson og og þetta er svona eins og ég sagði, maður hefur svona óþægilega tilfinningu fyrir því að einhver annarleg sjónarmið hafi vísað þessu máli frá vegna þess að ef að það kemur ekkert þetta fram að hann sé héraðsdómur ekki að úrskurða að hann sé saklaus eða neitt slíkt, alls ekki þeir bara vil ekki skoða málið af því að hann var sviptur lækningaleyfi og hann fagnar þessu en þráttur að hafa þetta eru mjög alvarlegar ásakanir sem að hafa ekki verið hraktar. Ég hef nú frekar viljað að þetta er í rakið ef ég ætla að halda æruminni sem læknir en þetta er svo landlæknir úrskurðaði að hann hafi brotið alvarlega gegn starfsskildum sínum sem læknir, sýnt alvarlegt hirðuleysi og skort á faglegri hæfni sem hefði ógnað öryggi sjúklinga og haft afdrifaríkar afleiðingar að för með sér. Og þegar landlæknir sviptir því læknaleyfi þá er það ekki refsing samkvæmt lögum, heldur er það sem sagt til að vernda öryggi sjúklinga og það er gert annarkvort varanlega tímabundið og meðan að eitthvað fundið út málum hefur ekkert með refsingu að gera. Og ég sá einmitt ég gleymdi reyndi að taka Morgunblaðið með mér en það var í mokkanum frétt flugstjóran sem að flög yfir Vestmannaeyjum. Já. Það er sem sagt frétt það að hann hefur núna verið sviptur flugstjórin fréttin. Flugstjórin verður kærður til lögreglu. Aðeins einn þeirra flugmanna sem flugu lágflugið Vestmannaeyjar í apríl verður kærður til lögreglu, flugstjórin Ólafur Bragason sem sviptur var flugréttindunum í 2 ár. Hann er sem sagt sviptur flugréttindunum og svo er hann kærður til lögreglu. Já, það má ekki. Og núna erum við komið fordæmi fyrir því að það er algjör óþarfi að kæra hann til lögreglu. Þess að ef þetta fer í ákæru og fer fyrir héraðsdóm að þá er þetta að segja það er búið að refsa flugstjórunum. Hann var sviptur flugréttindunum og það er bara þetta er svo mikið rugl. Ja, þetta er bara meikar ekki sens. Enga skoðun. Þetta hlýtur að fara í Hæstarétt, eða ekki? Fyrir landsrétt. Landsrétt, meina ég, já. En mér finnst svo hrópandi hvað er hér að verki? Þetta er elítu samtrygging. Af því að þetta er svo galin átilla til þess að vísa málunu frá að það er bara, maður er bara gapandi. Já, ég skil ekki, þetta er ekki alltaf ef þú drepur ykkur svona þótt að séu læknamistök, það er alltaf manndráp. Já, ég meina hann er ákærður fyrir manndráp. Já, ég held að það verður alltaf manndráp að gáleysi, væri bara eitthvað, þú veist, sem þetta örugla. Já, hann var maður sjá, ég ætla að finna hvað það var nákvæmlega aftur. Það eru margar fréttir þetta hérna í dag. Og er hann búin að eru margar önnur mál sem... Já, þetta var bara eitt þetta sem var ákært, en þetta voru einhver 11 sjúklingar sem dóu, What? Já. Þetta er héraðsdómur vísaði máli gegn Skúla Tómasi sem var ákærður fyrir manndráp af ásetningi og broti gegn lögum heilbrigðisþjónustu. Ásetningi? Shit! Frávísunin byggjast af því að Skúla hafi þegar verið refsað en hann var sviptur lækningaleyfi árið 2021. Þetta er algerlega truflað. 6 andlát sem urðu á heilbrigðisstofnun Suðurnesja meðferð Skúla voru rannsókuð á lögreglu. Rannsókn var felld niður í 5 þeirra en hann var ákærður vegna grun sem að hafa banað sjúklingnum að nafni Dana Jóhannsdóttir. En svo hann segir lögmaður dóttir þessara Dönu, hann segir þetta er ekki hann segir veitu hvað þetta er? Já, hann segir þannig að ef að læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann fyrir manndráp ef að landlæknir væri búin að svipta hann starfsleyfi áður en ákæran er gefin út. Þú veist, þannig að þetta er allt og langt gengið. En það er svolítið magnað að vera dómarið í héraðsdóm
skoða málið og ákveða einhvern veginn að hendi þennan úrskurð, vitandi það alveg, þetta flýgur aldrei, sko. Nei. Þetta bara, því líka ósvinna, sko. Það lítur að vera eitthvað tenging á milli þess að dómar á þess að gæja. Já. Lítur að vera. Já, það spurning, en eins og ég segi, svo, ég þekki málið svo sem ekkert, en sko, það að segja að ég er búin að lesa það bara gegnum tíðina í fjölmiðlum en ég hef ekkert rannsakað eitthvað, þannig að ég get ekki úttalað mig alveg það en sko það er alveg ljóst að hann var sviptur lækningaleyfi af einhverju ástæðu og það eru þessu rökin frá landlæknum á sínum tíma bera þess keima að þetta hafi verið mjög alvarlegt og litið alvarlegum augum og síðan er ekki skorið úr málið fyrir dómstóli af því að það er bara af því að hann var sviptur lækningaleyfinu, Hvernig fær fólk til að ganga upp? Já, með hans. Ég er alveg gapandi yfir þessu. En eins og ég segi, þarna sjáum við í raun og veru bara sönnun þess að við getum ekki treyst íslenskum dómstólum 100%. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.